Þá komið að 11. lið á dagskrá, breyting á deiliskipulagi Móahverfis, gróðurskipulag, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 11 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 11. desember síðastliðinn. Lögðu fram tillaga breytingu á deiliskipulagi Móahverfis sem felst í nákvæmari útfærslu á uppbyggingu trjágróðurs í landi bæjarins. Jafnframt lögð fram tillaga breytingu deiliskipulags Borgarbrautar vestursíðu þar sem gert ráð fyrir stækkun jarðvegsmanar og nánari útfærslu á gróðri. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórna fyrirliggjandi tillögur að breytingu á deiliskipulagi verði samþykktar og jafnframt auglýstar samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Og bara til fróðleiks að gróðurskipulag áhugavert að skoða fyrir alla. Það kemur fram hvar eigi að planta trjám og runnum og meira að segja hvaða tegundum. Allt úthugsað og verður vonandi fallegt og gagnlegt í framtíðinni. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég taldi bara ástæðu til að koma upp og fagna þessu gróðurskipulagi. Ég hef svolítið gaman að þessu líka vegna þess að svona þegar við erum að horfa til uppbyggingu nýrra hverfa og sérstaklega á Akureyri sem gróðursælt og eins og bæjarfulltrúi Andri nefndi hérna í kynningunni þá skiptir samt máli hvað verið að gróðursetja og hvar og slíkt upp og innviði. En mér finnst þetta bara dálítið mikilvægt. Ég að minnsta kosti mér finnst rosalega hlýtt á Akureyri í gróðurinum og eitt á svona sérkennum okkar fallega samfélags vera gróðurinn og trén og það svona misjafnt hvernig okkur hefur gengið þegar við erum að byggja upp ný hverfi að láta þá svona hlýju endurspeglast í öllum hverfum. Þannig ég vildi nú bara svona koma upp og segja ég dálítið ánægð með þetta og ég vona að þetta bara ég eftir að skila okkur fallegu hverfi í takt við fallega bæinn okkar. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað því hljóðs þessi geta samþykkt gefið merki. Það eru 11.